Já, gott fólk, við ætlum að kíkja núna aðeins yfir þá leiki sem að koma út í mars því að það hellingur að gerast og þið viljum fá að vita það og við ætlum að sýna ykkur það. Já, mikið rétt sverir, við ætlum að skiknast inn og gera það reglulega upphæðu hvers mánuðar, kíkja á leikina sem eru framöndan í mánuðum og mars er nokkuð góður. Og ég skal segja þér út af hverju, því að þá eru mörg leikjafyrirtæki að skila inn fjárhagsárunni í lok mars og reyna að henda öllum bóðurum út á. Það eitthvað þær, þennan mars sem er oft séð á harðari. Sony til dæmis eru það frestað Uncharted fram í apríl og Ratchet & Clank líka, en þeir eru með einn pakka í mars og það svona remasterað tveimurleikjum, Heavy Rain og Beyond Two Souls saman í pakka. Svona kvikmyndaleikir, ég var að fíla það. Varstu að fíla það? Ég spilaði ekki mikið. Nei, ég kláraði Heavy Rain, náttúrulega einn af betri leikir sem ég prófað. En Beyond var svona aðeins og svona eitthvað yfirnáttúrulegt stöf sem að ég var ekki alveg að tengja við. En Willem Dafoe og stelpan hann úr Juno myndinni, þau eru í aðhlutverki. Það er flottur leikur sko. Þannig að það er allavega að koma að sjá hvað skrítið. Aðhlutverki í tölvuleik, þetta er alveg skrítið. Já, þetta er mjög skrítið og verður vart skrítið en þetta. En það eru fleiri góðir leikir. Þetta er nú bara svona leikjapakki sem er búið að það er ekki það. En það er líka til dæmis að koma einn stór leikur í mars. Þetta sé að koma 8. mars og það er The Division. Tom Clancy, The Division. Þetta er náttúrulega leikur sem fólk er búið að bíða eftir í mörg ár. Er það ekki? Ertu spenntur eða? Nei, en ég veit marga sem eru mjög spenntur. Já, nú ertu að spila Destiny. Já, við báðir að spila mikið Destiny. Þetta er margir búin að tala um þetta sem svipað vissuleitur frá Destiny. Þú ert svona vafra ég held að Manhattan sé bara öll þarna bara komin inn í einn leik, bara ótrúlega flott og þú ert bara vafra þarna finna aðra leikmenn, hittast á svona hub eins og Towerin í Destiny og er bara að þvælast og taka svona mission og vesen sko. Svona online mikið sko. Og byggja kallinu upp og eitthvað svona? Já, byggja kallinu upp. Þetta er svona meira cover-based shooter, hann svona þriðju persónu, en þú ert alltaf í cover og þarft að fara, þú veist, það gildir svolítið það. Ekki eins og í Destiny sem er fyrstu persónu skotleikur, en það er mikil spenna. Og það eru mikla væntingar og það verður spennandi að sjá hvernig tekst að handla það. Er það ekki? Jú, ég veit að margir spenntir. Við erum spenntir. Margir, mjög spenntir. Nú, svo er annar leikur sem kemur sem kannski margir hafa ekki verið að pæla mikið í, en það er Bus Simulator 2016. Hann kemur einmitt út 11. mars. Og hvernig hefur ekki dreymt að vera strætóbílstjóri? Spyr ég, þetta getur þú keyrt með fólk, verið í símanum á meðan og svo getur þú tekið upp falla fólk og hleypa því út, gleymt því í bílum. Nei, grín. Nei, þetta er bara svona að vera bara strætóbílstjóri. Og ég meina, hver hefur ekki gaman að því að vera strætóbílstjóri? Rétt upp hönd? Hef ekki prófað það. En langaður ekki? Gaman, langur vagn, þröngar götur, Sko, það er svona mikill munur að sjá strætóbílstjóra sem hefur gaman að vinnunni sinni og þann sem er komið leiðis. Ég veit það. Ég held það gæti verið, sko, ef þú ert góður strætóbílstjóri, hefur gaman að lífinu, þá held ég þetta sé mjög skemmtileg vinna. Já, þetta er líka mjög gott þetta fyrir strætóbílstjóra í dag. Þetta er að vera að fá svolítið neikvægt umtal, að þeir ættu kannski skella sig í þetta og reyna að finna hamingina í því að keyra strætisvagn. En allavega, hann er að koma út 11. mars. Nú, sama dag er að koma út líka Hitman Collector's Edition, en þá kemur sko, held ég, fyrsti kaplinn í Hitman, nýja Hitman leikur. Þetta er allt einhverja endurgerð. Þetta er nýr Hitman leikur. Takk til að hlusta á nú, bróðir. Sko, það er að koma nýr Hitman leikur, en þeir tóku ákvörðun að gera hann í köplum. Hann er svona episodic, þannig að þeir gefa út fyrsta kapla núna, svo gefa hann út reglulega fram á haust og þá kemur leikurinn út í heild sinni. Hvernig ertu að fíla svona episódi? Ég þoli ekki svona. Ákveð? Því að maður borgar alltaf svo mikið fyrir þetta og svo er ekkert allir samlega. Ég borgar samt lítið ef að það fílar ekki leikina. Borgar bara fyrir fyrsta kaplan og segir nei, ég er ekki að fíla þetta og skilur. Já, það er enda góða punktur. Að ég held að kaplanir allir saman, ég kosta jafn mikið og nýr bara venjulegur leikur. En er ekki gott að geta hægt við þetta? Jú, eflaust. En ef þið langar í meira? Já, hugsaði að vera byrjaraleik sem á að vera 10 kaplar og eftir fyrsta kapla þá er það bara að bíða eftir næsta kapla. Ég er ekki að fíla þetta sko. Sjálfur er ég ekki í Team Hitman núna út af þessu. Þannig að ég verð bara því miður en ég ætla að bíða, ég spila hann í haust þegar hann kemur aftur. Þannig ég ætla að bíða bara með það til. En hann kemur 11. mars fyrir þá sem vilja detta inn. Nú svo er svona að minna Need for Speed nýja leikurinn að koma í PC, hann kom út á leikjatölvuna fyrir jólin. En endurgerðið? Nei, bara nýlegur bara, hann kom bara ekki út á PC, hann kom bara út á Xbox One og PlayStation 4, þannig að fullt af gömlu drastli sem er að koma út á þér, en svo er að koma glænileikur, það er EA Sports UFC 2, nei, það er líka sería, en hann er að koma þarna í lok mánaðarins
og það búið að staðfesta að það vera 250 bardagakappar og þar á meðal Gunnar Óskar Nelson það verður þarna inni og Conor McGregor og hvað heita þessi Gunnar það verður allir með það verður bara andlitið Ronda Rousey verður þarna inni þá? Já, hún á coverinu sko Nú, eftir frá Holly hafi bara Já, Ronda og Conor McGregor eru á coverinu Já, það unnuð þarna eitthvað kvöld Nú komið Ultimate Team UFC, það þekktur FIFA svo getur verið að kaupa svona Nei, vá, þeir að fá eitthvað lána einhvers annars staðar frá ekki komin einu hugmyndi sjálfur frá sjálfur sér samt sko þetta EA Sports Ó, rólegur í neikvæðinni maður Nei, ég meina, þetta er alltaf sama Hvað er jákvæðistakkinu? Það fann hann En allavega hann að koma, svo í rauninni Trackmania Turbo 2 Nei, Trackmania er þetta mjög klassísku leikur Það er búið til eigin brautir og þælast og Trackmania Turbo er komið PlayStation 4 Já, þetta er ótrúlega Trackmania er náttúrulega leikur sem er áratuga gamall mjög gamall Þannig að þetta er rauninni helstu leikir sem kom út Plus það að á PSN Þeim eru PlayStation Plus ásnúður að þeir eru að fá 2 PlayStation 4 leikir núna Það er annars vegar Broforce sem er svona hetjuleikur svolítið svona hvað maður segja, svona 9. áratugs fílingur yfir Já, en svona pixlarar og þetta er svolítið svona að vera heima félagarnir og spila saman Já, þannig að hann er dættinn og svo eitthvað skotleikur sem ég hef bara við þannig ég man ekki hvað Þannig að það er allavega eitt skotleikur svona 2D skotleikur sem ég man ekki hvað Það er mjög mikið Hann er frýr Já, hann er frýr, þannig að það er að leggja þetta minni, það er maður að kaupa hann og Broforce líka Þannig að þetta er rauninni bara allt sýtti sem er að detta inn í mars Það vantar eitthvað nýtt Nei, Division, ég hælaði hvað ert þú spenntast fyrir? Ég er bara að segja Division, það er eini leikjun sem ég álsir ekki forsu og hann sé líklega eins og Já, ok, ég ætla líka að segja Division Erum við sammálaðir? Já, ok, Shakeuna Ok, en svo hér eftir slétta mánuð ræðum við hvað er í apríl þar meðal Ratchet & Clank, Uncharted og margar fleiri Þannig að við þökkum fyrir þetta yfirlitið marsmánuð Ég vona að það hafi notið vel og veljið rétt þennan mánuð Unleash your refreshing citrus kick. Do the do.